Það eru skiptar skoðanir meðal ráðamanna þjóðarinnar og viðskiptajöfra það hverjir bera ábyrgð á fjármálahruni Íslands. Margar yfirlýsingar hafa verið settar fram af þessu fólki, sumir vísa ábyrgðina á aðra, einhverjir hafa beðist afsökunar og við rifjum upp á eftir orð sem hafa fallið í þessu samhengi. Ráðamenn þjóðarinnar og helstu viðskiptajöfrar í útrásinni eru ekki á sama málum hver á að axla ábyrgð á fjármálahruni Íslands. Sumir hafa beðist afsökunar en flestir vísa ábyrgðina á aðra. Skulum heyra nokkur eftirminnileg ummæli stjórnmála og fjármálamanna þegar þeir voru spurðir ábyrgð á síðustu mánuðum og Þóra Tómasdóttir og Steingrímur Dúi tóku saman. I don't apologize personally for what has happened, but I of course understand that the situation that we are in is very difficult for a lot of people. You don't feel personally responsible? No, I don't feel personally responsible. Nei, það ekki hægt að segja að einhver einn hafi brugðist. Kerfið brást ekki í heild sinni. Það hefur ekki mikið upp á sig að vera að líta öxl og reyna að finna út hverjum hvað að kenna. Það alveg örugt að margir gera mistök, við gerum mistök, Seðlabankinn gerir mistök, ríkisvaldi gerir mistök og svo framvegis og framvegis. Auðvitað voru menn glannar margir í bönkunum og eigum við síðan að pikka út einhverja örfá einstakling og segja þeir bera ábyrgðina. Það ekki þannig, ég treysti mér ekki til þess að gera það. Við auðvitað kannski spilum djart og ég tek full ábyrgð, ég ekki að koma ábyrgðin af mér. Spilum við ekki allt of djart? Það ekki kannski réttari nálgun? Ég tel að það svo sé ekki. Ég tel að Seðlabankinn hafi brugðið sínu hlutverki. Það þýðir ekkert að segja að Seðlabankinn hafi ekki vitað hvernig staðan var og hafi ekki varað við henni. Þingmaður Framsóknar og fyrrverandi viðskiptaráðherra gagnrýnir Davíð Oddsson seðlabankastjóra harðlega fyrir yfirlýsingar bankana og útrásarmenn. Og mér finnst að einhvern hátt að hann sé að fría sig ábyrgð með því að kasta ábyrgðinni yfir á aðra. En í öðru tilfellu fjármálakerfi heitar þjóðarhruni, Davíð. Jú, en þú getur heldur vel að sagt að Seðlabankinn hafi gert það staðið því. Það eru margir sem vilja meina það að þú berir mikla ábyrgð á því og þið. Já, þetta rétt einu sem þú segir þetta, það eru margir sem vilja meina það. Já. Þetta nú ekki mjög fagleg umræða sem góður. Við þurfum að skoða hvaða aðferðir og hvaða ákvarðanir hafa verið teknar hjá Seðlabankanum, af hálfu forsvarsmanna bankana. Það alveg ljóst að það hefur víða verið óvarlega farið. Þú getur ekki talað svona að heimsbankakreppan sé einhverjum mönnum að kenna sem að keyptu góð fyrirtæki erlendis. Þú getur ekki nota svona ódýra leið að kenna einhverjum hópum að þetta sé allt honum að kenna. Þetta ekki ykkur að kenna. Þetta ekki okkur að kenna. Og það mjög auðvelt að sitja hér eða standa öllu heldur og horfa tilbaka og segja við máttum gera hlutina öðruvísi. Þessi orð Björgvins, siðferðislega ábyrgð, það náttúrulega mjög huglægt. Ég ætla ekki að skora undir neinni ábyrgð. En það ekki hans að segja hver ábyrgðin og hann ber að sjálfsögðu líka mikla ábyrgð í þessu máli. Hann yfirmaður bankamála. Okkur hefur engin breyting orðið. Já, þingmennirnir eru kosnir og hvernig eiga þeir að standa núna upp unnvörpum og segja af sér býtu til þess að hvað vilt að gera? Það axla einhverja ábyrgð, það eitthvað óeðlilegt? Það til nóga fólki í þessu landi, sko. Já, það gerist þá væntanlega bara í kosningu þegar það kemur. Mjög margir bera pólitísku ábyrgð og ábyrgð á falli bankana. Það blasir við. Það eru stjórnmálamenn, það eru stofnanir samfélagsins og það eru þeir fyrst og fremst að sjálfsögðu sem ráku fjármálafyrirtækin í þrot, en auðvitað þeir sem umgjörðuna skópu ríkisstjórnin núna og ríkisstjórnin fyrri ára. En það enga síður ljóst í mínum huga að það var ekki á færi íslenska stjórnvalda að afstýra hruni íslensku bankana eftir að heimskreppan skall á af fullum þunga. Alþýðusamband Íslands krefst þess að fjármálaráðherra og viðskiptaráðherra segi af sér og að yfirstjórn Seðlabankans og forsvarsmenn fjármálaeftirlitsins víki. Sko, ég vil ekki lýsa því yfir að fjármálaeftirlitið hafi gert einhver sérstök mistök frekar heldur en aðrir í þessu ferli. Það voru allir að vinna Já, það mín skoðun. Gerðirðu mistök og heldur þú hafi skaðað embættið? Það má vel vera í hugum einhverja hafi það skaðað embættið. En ég held að það sé líka mistök að horfa svo mikið inn á við að við förum að kenna okkur sjálfum eða einhverjum á Íslandi þetta allt saman. Eru þið ekki bara með þessu að fría ykkur ábyrgð hreint út sagt? Nei, við erum ekki að því. Við erum að bregðast við vandamáli sem að koma upp. Við erum ekki að fría okkur neinni ábyrgð. Við erum að ábyrgð að bregðast við því. En ef að einhverjir aðrir meta stöðuna öðruvísi heldur en að við metum hana, þá það ekki vegna þess hvernig við metum hana, hvernig við orðum það, þá það vegna þess að þeir meta stöðuna öðruvísi og þá það grunnstaðan og staðan sem að bankarnir voru í sem að þeir eru að meta. Á miklum uppgangstímum
geta örar framfarir og breytingar byrt mönnum sín. Hafi mér orðið á hvað þetta varðar, þá þykir mér það leitt.